það sem hefur reynst mér vel í jákvæðum samskiptum, það að brosa, vera vingjarnleg og kurteis og sýna fólki áhuga á því sem hlusta vel á fólkið sem að tala við mig og stundum hrósa í því. Já. Ég hugsa, ef ég þarf að dæma einhvern þá held ég bara fyrir sjálfan mig. Það hefur reynst mér vel í jákvæðum samskiptum. Sko jákvæð samskipti eru náttúrulega bara frábær, fyrsta lagi. En jákvæð samskipti hafa reynst mér vel bara í gegnum lífið. Bara í öllu sem ég geri. Bara jákvæð samskipti valda því að maður glaður þegar maður fer á fætur og maður tekur daginum vel að því að maður veit að maður ætlar að stunda jákvæð samskipti. Og maður á bara að fara inn í lífið á allan hátt með jákvæð samskipti að því að það verður alltaf miklu gleðilegra og jákvæðara allt sem maður gerir og þá vill maður bara taka þátt í öllu sem í kringum hann. Og maður smitar líka út frá sér með því að nota jákvæð samskipti. Og brosa líka. Bera virðingu fyrir hvort öðru og vera kurteis. Bara þegar vinir mínir tala vel hvor aðra og ég tala vel þá. Ég held tóninum jákvæðum. Horfi í augun og sýni áhuga og tala blíðlega. Ef ég tala mikið við þau og reyna að vera fyndin. Ég bara tala ekki illa fólk. Og þótt að hann segir eitthvað sem neikvætt mig, þá er ég bara góður á móti. Þá verður hann góð við mig og ég tek þetta ekki til mín ef einhver talar illa um mig. Ná augnsambandi og hlusta á manneskjuna. Góð samskipti að vera góð við hvort annað og vera jákvæð og kurteis. Það sem hún sagði. Og koma fram við Tristan eins og ég vil hann komi fram við mig, er það ekki? Jú, einmitt. Aha. Mjög gaman og að sýna áhuga og að brosa. Góður vinur að hugsa vel aðra sem að mann þykir vænt og líka leika við marga sem að finnst skemmtilegir. Eða svo sem að hjálpa manni ef hann líður illa eitthvað hannig. Að vera jákvæð. Brosa og vera jákvæð og kurteis. Já. Því hjálpa manni það sem góður. Já. Það er bara svona, ef einhver hjálpar manni, einhver sem hjálpar manni ef það er eitthvað leiðilegt sem búin að gerast við mann. Það er bara að vera vingjarnleg við fólk og reyna að skilja aðra. Góður vinur bara eitthvað svona eins og í leikskóla eða eitthvað þannig sem maður finnur og eitthvað sem maður getur alltaf verið með og sem er nálægt manni. Jú. Kunna gera grín að sjálfur mér og vera svolítið jákvæð. Koma fram við aðra eins og ég vil að koma fram við mig og bara vera jákvæður. Sýna áhuga og bara jákvæðni. Bara trúlega að vera kurteis og brosa og geta hlegið að sér sjálfum og svo náttúrulega bara koma fram við fólk eins og maður vill að það komi fram við sig. Koma vel fram við aðra og koma aðri vel fram við mig. Bara koma fram við aðra eins og ég vil að sé komið fram við mig. Að koma fram við aðra eins og þú vilt að sé komið fram við þig og bera virðingu fyrir fólki. Að koma fram við aðra eins og ég vil að aðri komið fram við mig. Það sem hefur reynst mér best við jákvæð samskipti er að brosa.
Það sem hefur reynst mér best í jákvæðum samskiptum, það er bara jákvæðni og svona bara gleði, hafa gaman. Sem hefur reynst mér vel í jákvæðum samskiptum er bara að brosa og vera jákvæð því þá gengur allt betur í lífinu. Vel er í samskiptum, jákvæðum samskiptum, það er að bera virðingu fyrir bara fólki og öllum og ég veit að það sé bara númer 1, 2 og 3. Ég held að það hefur reynst mér vel að hlusta á það sem aðrir hafa að segja og svona taka þátt í mörgu sem aðrir er að gera og vera svona, vera með í því sem að flestir er að gera og líka hafa góða vini og hjálpsamlega fjölskyldu bak við tjöldin og bara vera glaður umfram allt. Það sem hefur reynst mér vel í jákvæðum samskiptum er að sýna öðru fólki áhuga, hlusta vel á það sem það er að segja og hlæja svolítið að sjálfri mér þegar ég geri mistök. Ekki taka því of alvarlega. Komið. Það sem hefur reynst mér vel í jákvæðum samskiptum í gegnum tíðina held ég sé fyrst og fremst að geta sett mig í spor annara og séð hlutina frá þeirra sjónarhóli og svona geta fundið til annarkvort gleði eða sorgar með öðrum. Og svo náttúrulega húmor, hann lagar allt.